Hæ, ég heiti Arndís Og ég heiti Sandra. og við erum í ungmennaráði Akranes. Akraneskaupstaðir hefur verið að vinna að því síðastliðin ár að vera barnvænt sveitafélag. Við í ungmennaráðinu viljum kynna fyrir ykkur hvað sveitafélagið okkar hefur verið að gera til að ná þessu markmiði og hvað er hlutverk okkar í ungmennaráði í þessu ferli. En fyrst ætlum við að kynna fyrir ykkur hvað ungmennaráð er og hvað það er sem við gerum. Markmið ráðsins er að koma rödd unga fólksins á framfæri við bæjaryfirvöld og efla þannig þátttöku þeirra í samfélaginu. Ungmennaráðið eru opið öllum áhugasömum unglingum. En vitið þið hvað ungmennaráð Akranes er? Ef ekki, þá er ungmennaráð Akranes vettvangur fyrir ungmenni á aldrinum 13 til 25 ára til að hafa áhrif og taka þátt í að móta sitt samfélag og stuðla að auknu lýðræði. Þú færð tækifæri til að segja þína skoðun, koma með nýjar hugmyndir og vinna að málefnum sem skipta ungu fólki máli. En hvað gerir ráðið eiginlega? Herðu, ráðið, það tekur á móti hugmyndum og ábendingum frá unga fólkinu en við gerum það með að halda árlegt barnaþing bara nákvæmlega hér í þessum sal. Fulltrúar úr 5. til 10. bekk koma hingað og segja við okkur hvað þau telji vanta eða þurfa til að bæta sveitafélagið okkar. Síðan tökum við þessar kröfur og ábendingar og förum með á bæjarstjórnarfund unga fólksins. Og á þessu bæjarstjórnarfundi þar setjum við ungmennaráðið og bæjarstjórnin og ræðum hvað okkur finnst þurfa að bæta á Akranesi til þess að börnunum líði betur. Síðan erum við með ýmis verkefni til þess að koma þessum hugmyndum á framkvæmi. Og við ætlum að segja ykkur aðeins frá þeim. Samkvæmt 13. grein barnasáttmálans eiga öll börn rétt á því að koma sínum skoðunum og hugmyndum á framfæri. Og það er einmitt það sem við gerum á barnaþingi. Það krökkum á Akranesi finnst ógeðslega gaman að renna sér á veturnar og erum við hérna á skíðabrekkunni sem var stækkuð einmitt svo fleiri getur skemmt sér. Barnasáttmálinn segir að fötluð börn eigi rétt á því að lifa við þær aðstæður sem gera þeim kleift að lifa eins góðu lífi í samfélaginu og völ er á. Eitt af því sem við í ungmennaráði Akranes höfum unnið að er að fá leiktæki fyrir öll börn. Rólan var að veruleika því að börn í grunnskóla fannst eins og þau ættu öll að leiki saman. Og þau fórum með þessa hugmynd á barnaþing. Frá barnaþingunu fórum við með þetta á bæjarstjórnarfund unga fólksins. Krakka með krökkum er samvinnuverkefni Grundaskóla og Hvan sem var svar við beiðni á nemanda á barnaþingi. Þetta er mjög skemmtilegt verkefni og við fræddum krakka meðal annars einelti og fórum í leiki. Líkt og Krakka með krökkum í Grundaskóla hefur spjallarverkefni verið í gangi í Brekkubæskóla. Það kom nefnilega upp á nemendararáðsfundi að unglingum langar til þess að krakkarnir hefðu til að tala við. En hvernig stuðlar þetta verkefni að barnvænu sveitafélagi? Sko, stundum finnst sumum börnum kannski bara betra að tala við fólk sem er svona nær þeirra í aldri og finnst kannski svona óþægilegt að tala við fullorðna eða sem eru fjarri þeim í aldri. Þannig að þess vegna var svolítið þetta spjallarverkefni búið til svo að unglingar getur líka kynnst yngri krökkunum og yngri krökkarnir geta kynnst unglingum. Þannig að þau hafi eitthvað nær þeirra í aldri til þess að leita til ef að þau finnast það miklu betra að tala við krakka sem er kannski líka ennþá í skóla. Þannig að, já. Krakkar, hvað finnst ykkur skemmtilegt við að búa á Akranesi? Það er svo mikið að gera og eitthvað. Að vera í skólanum. Að vera í skógræktinni. Vera í skólanum. Hvað er val nemanda? Það er á hverju ári fyrir allir bekkirnir að velja einn mat og það er valið hvaða dag. Ok, geggjað. En ef þið fengið að ráða, hvað var í matinu? Þið fengið sjálf að velja. Hvað myndu þið velja? Pítsu. Ég veit ekki. Kakósúpu. Pítsu. Geggjað. Hvað finnst ykkur skemmtilegast að leika við á skólalóðinni? Fótbolta. Abarólögina. Í klefugrindinni. Fótbolta. Ok, en ef við þurftum að bæta einu við, hverju myndu þið bæta við? Annars núnist ekki. Trampolínu. Hanna sko bara svona stól sem fer svona upp og niður. Annars núnist ekki. Ok, geggjað. En hvað er barnvænt sveitafélag? Jú, barnvænt sveitafélag er sveitafélag sem tryggir réttindi barna í öllu sem þau geta. Eftir að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var lögfestur hér á landi, hóf UNICEF í samstarfi við umboðsmann barna
að hjálpa sveitarfélögum að innleiða sáttmálann inn í daglegt líf barnanna. Sveitafélag sem tekur þátt skuldbindur sig til að Hlusta á börnin og bera virðingu fyrir skoðunum þeirra. tryggja jafnræði Tryggja að ákvarðanataka sé byggð á því sem barninu fyrir bestu. og að sé hort á samfélagið í gegnum barnaréttindagleraugu. Innleiðingin fer fram í 8 skrefum, frá stöðumati, fræðslu og aðgerðaáætlun til mats og viðurkenningar. Þetta er ekki átaksverkefni, heldur lifandi ferli sem þróast með samfélaginu. Barnvænt sveitafélag leggur grunninn að öruggu, virku og réttlátu samfélagi fyrir öll börn. Hæ, ég heiti Siggi Ég heiti Gunnar og við erum mættir bæjarskrifstofuna. til að taka viðtöl. Komum með okkur. En hvað er barnvænt samfélag í þínum augum? Góð spurning maður. Ég veit allavega að Akraness er búin að innleiða að reyna að innleiða að vera barnvænt samfélag og það gengur mjög vel. Við erum að gera marga mjög góða hluti. Hvað þýðir barnvænt samfélag í þínum huga? Það þýðir samfélag, það sem að börn eru örugg, þau geta stundað góða menntun, tekið þátt í íþróttum og tómstundum og líka fengið þann stuðning sem þau þurfa, þegar þau þurfa. Hvað þýðir barnvænt samfélag í þínum augum? Barnvænt samfélag í mínum augum er samfélagi sem að virði rétt barnana og vinnur með það, með börnunum, hvernig þau fá að halda réttindum sínum á lofti og láta okkur hinn virða þau réttindi. Hvernig tryggjum við að raddir barna heyrist í samfélaginu okkar? Það er að leyfa þeim að fá pláss til að láta þær heyrast. Ég held að séu svona nokkur þættir sem skipta máli þar. Í fyrsta lagi þá þurfa þau að eiga rödd í gegnum sína skóla. Síðan þurfa þau að koma þeim sjónarmiðum og við að tryggja að þau sjónarmið komist á framfæri við sveitafélagið inn í fagráðin sem að fjalla þau málefni sem að sveitafélagið að sýsla með. Og það skiptir miklu máli að það sé eitthvað fast form á því þannig að raunverulega atriði sem börnin telja að skipta máli að þau komist í umræði hjá sveitafélaginu. Þetta er gríðarlega góð spurning og þegar ég hugsa mitt svið og það sem við erum að gera á mínu sviði þá er það barnaverndarþjónusta, það er farsældarþjónustan sem auðvitað snýr að börnum. Og hvernig getum við heyrt tryggt það að raddir barni heyrast að þegar við erum að vinna mál sem þau varða að þá tölum við þau. Já. Og það er gríðarlega mikilvægt. En þetta snýr ekki bara þegar við erum að vinna mál sem snúa beint að börnum. Þetta snýr líka skipulagsmál. Þetta snýst götur, þetta snýst umhverfi, þetta snýst stjórnsýsluna. Og ég held líka, ef ég má segja bara eitt í viðbót varðandi þetta, að þið eru þetta best til þess fallin að segja og greina frá því hvað það er sem þið þurfið, en ekki ég sitjandi við tölvu við skrifborð, ekki satt? Jú, hárrétt. Hvernig tryggjum við að raddir barna heyrist í samfélaginu okkar? Já, við þurfum að vinna með börnum að því hvernig við skulum tryggja það, skapa þeim vettvanginn, halda utan það, koma þeim á framfæri, aðstöðu við að láta til sín heyra. Hvort segir pilsa eða pulsa? Ég segi pulsa. Ok. Já. Er tómatur ávöxtur eða grænmeti? Það er grænmeti. Eða svo? Veistu hvað barnasáttmálinn er? Já, ég veit hvað það er. Getur útskýrt hann fyrir okkur? Já, það er sáttmáli sem að þjóðir hafa undirgengist réttindi barna sem eru svona grundvallarréttur svipað eins og mannréttinda ákvæði stjórnarskrárinnar og fjallar mikilsverð réttindi barna sem á að tryggja í samfélaginu í uppvexti þeirra. Ok. Já, ég held ég viti nokkuð það. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er hann ekki samþykktur hér á þinginu 2013. Forveri barnasáttmálans er sáttmáli alveg frá árið 1924 sem að þjóðabandalagi gerði
svona ég geti haldið lengi áfram með barnasáttmálann. Er tómatur ávöxtur eða grænmeti? Hann ávöxtur. Já, og ef þú þyrftir að fara á eyðieyju, hvaða 3 hluti myndir þú taka með þér? Ég myndi taka með mér vatn, góða bók og súkkulaði. Já. Hvernig var að vera barn þegar þú varst barn? Það náttúrulega alltaf eins, það alltaf bara gaman og unnastlegt að vera barn, sérstaklega ef maður í góðum félagskap. Hvernig geta börn tekið virkari þátt í stefnumótum og ákvarðanatökum í okkar sveitafélagi? Það nú ýmislegt gert sem gott og þið þekkið vel eins og bæjarstjórn unga fólksins og barnaþingið. Ég held að við getum gert til dæmis eins og kom fram á barnaþinginu síðast að búa til svona öflugra nemendalýðræði í skólunum, til dæmis með bekkjarþingum sem myndi svo koma að hinga upplýsingum til mín og skóla- og frístundaráðs til framkvæmda. Hvernig geta börn tekið virkari þátt í stefnumótum og ákvarðanatökum í okkar sveitafélagi? Já, þetta góð spurning. Ég held að skipti fyrst og fremst máli að við séum hvetjandi við öll börn að láta til sín heyra og verðum að mæta þeim líka því að allir eru misjafnir, sumir eru mjög framfærnir og aðrir eru framfærnir og við þurfum að hafa aðstæðuna þannig að allir geti notið sín og þá þurfum við að vinna með börnunum þannig að við fáum raddir sem flestra. Við erum mættir á bæjarskrifstofu, Akraneskaupstaðar og við ætlum að taka viðtöl og alls konar skemmtilegt. Komið með okkur. Check in. Ekki Ég er bara að leysa ykkur úti. Ok. Komið með okkur. Ok. Hér erum við með Óla Adolfs, legend í boltanum. Hvað heitir það fullu nafni? Ég heiti Ólafur Guðmundur Adolfsson. Nei, ég heiti nefnilega Steinar. Vorum við ekki að fá Óla? Óli er bróðir. Hann var samt í landsliðinu. Það er ekkert leyfi til að vera hérna, út með ykkur. Það er búið að kvart undan ykkur. Fara út. Hvort þá sko? Ég er vissin aðeins. A mukbang, ASMR. Hvað hendi þessu? Já, hvað hendi maður þessu? Hanna. Nei, ég vil fá að vita fyrstu línuna mína. Innleggingin fer fram í 8 skrefum. Nei. Jú. Frá... Í barnasáttmálanum segir að fötluð börn eigi að lifa